Þá höldum við áfram frá fyrirnámskeiðum með línulega algebru. Nú ætlum við að styðjast við bókina Advanced Mathematics for Engineering eftir Irvin Kristzik og við skoðum allavega kafla 7 og 8 núna hjá honum. Og kafli 7 snýst að leysa jöfnunarhneppi, finna x og við kunnum a er ferningsfylgi og ákveða fylgisins a er ekki 0. Þá kunnum við þetta. Finna andhverfina og í MATLAB er þetta ákveðlega þægilegt. Maður tékkar á því til dæmis hvort að ákveða fylgisins sé ekki 0 og þá getum við sagt allt í lagi invers a fylgja margfaldaði við yfir b. Og þá er þetta hér fasta vigur og þetta er fasta fylgi. Tölur í fylginu eða stöðlafylgi og þetta er fastu vigur. Og þetta er líka gert með Gauss-eyðingu og hana skoðum við 11. dæmablaði eða 12. á síðustu. Þannig að megnið af kafla 7 er upprifjun, þannig að þið fáið bara æfingar úr kafla 7.1, 7.2 sem eru svona viðbót við það sem við lært, nema hvað það sem er gott við þessa bók er að hann er með mikið af svona hagnýtum dæmum. Við ætlum bara aðeins að æfa okkur í þessum æfingu sem kom þarna fram á dæmablaðinu. En kafli 8 er svokallaður eigingildis verkefni og það hefur við ekki séð enn, en þá er það svolítið furðulegt manni fyrst held ég að þá höfum við stöðlafylgi og við lítum á þetta fylgi sem eitthvað kerfi og við viljum finna eitthvað vigur vaf sem hefur þá eiginleika að þegar þessi fylgjamarkvöldun er framkvæmd þá kemur út vigur, en hann er alveg sérstakri gerð. Hann er lenging eða stytting eða viðsnúningur á vigurinn sem við vorum með. Það er að segja þessi vigur hérna af verður samsíða vigurinn sem við settum inn í kerfið. Síðan notum við þetta tvennt að leysa jöfnunarhneppi almennt og við þurfum þá að vita ýmislegt ákveður og jafnvel skoðum við hérna almennu formúlu þegar a er ferningsfylgi frekar og skoðum í tveimur vítum að ákveðan er alltaf a bara fyrir ferningsfylgi 1 á móti þetta sinnum hjáþáttafylgi fylgisins a vilt. Þetta kunnum við fyrir tværvítir. Svo koma svokölluð hreyfikerfi. Það er þangað sem okkur langar að komast. Dynamical system. Þá notum við þetta og þetta. Hreyfikerfi og þau eru línuleg. Þá fáum við leið, þegar við lítum bara á þetta svona fyrst. Þá fáum við leið til þess að leysa deildajöfnur. Ég var að skrifa hérna annars stigs deildajöfnu. Hún er a hér, b hér, epsilon mert pluss ci jafnt og einhver hægri hlið. Að breyta þessu kerfi og við fáum þá til dæmis eitthvað svona, eitthvað tala og þetta hér, önnur tala. Og ekkert endilega þegar tíminn er 0, heldur setja þetta bara fram svona. Að breyta svona kerfi í fylgi, þar að segja setja það fram með fylgjum og þá er ekkert neitt merkilegt við bara annars stigs deildajöfnur, heldur getum við ekki 3. stigs, 4. stigs, 5. stigs og svo framvegis. Við stillum upp í fylgi af þessari gerð hér, svona og leysum það. Síðan sjáum við einhver praktísk og skemmtileg dæmi hvernig við gerum þetta nákvæmlega. Þannig að þetta er svona verkefni í stuttu máli. Við þurfum að sækja okkur hér úr kafla 7 hugtök sem við ekki endilega kynnst áður að það er að fylgið a í jöfnukerfinu er ekki n sinnum n fylgi. Það er að segja að það eru ekki endilega jafnmargar línur og dálkar og þá tengjast við ný hugtök sem að heita á ensku rank og nullity
eða myndvít og núlrúm og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að það sé ekkert og það erfitt. Allt er einn, tökum við aðeins saman. Megin viðfangsefni, megin verkefni sem fólgin í línlegri algebru er þetta tvennt. Almennt, burt sér frá hreyfikerfum. Við ætlum bara að nota þetta hér til þess að einbeita okkur á hreyfikerfum, en þetta er auðvitað miklu almennar. Og megin verkefni í línlegri algebru er að leysa línulega jöfnuhneppi. Og hitt megin verkefni er eigingildisverkefni, til að setja stórt hérna fyrir aftan til þess að minna á að þetta er ákveðin greinis. Það er eigingildisverkefni. Og við skulum hafa bara örstutta skýringu á því sem er að bætast við hjá okkur. Skoða einfalt jöfnuhneppi, þar sem við höfum færri jöfnur heldur breytur, og við skulum síðan skoða einfalt eigingildisverkefni. Svo byrjum við formlega á þessu í næsta fyrirlestri. Allt í lagi. Fyrra meginverkefnið að leysa línuleg jöfnukerfi, útkallað jöfnuhneppi. Og 2 er eigingildisverkefnið. Og ef við skoðum núna 1 til að byrja með, þá skulum við taka dæmi sem að uppfyllir það að við getum búið til fylki sem að hefur færri jöfnur en breytur. Byrjum á þessu. Nú, þetta er í okkar huga áður en við skoðum línulega algebru. Ekkert annað heldur en lína í R2. Og í stærðfræðigreiningu þá lítum við nú yfirleitt á að þetta sé lína sem hefur hallatöluna -1 og þessa tölu kölluðu kannski Q og það er þá skurðpunktur við í-ás. Svo setjum við þetta svona fram, fáum bara aðeins þessa tengingu og við skrifum þessa línu, ég var að nota þessum að Evklíð kenndi okkur til þess að ákvarða línu í sléttunni þar 2 punkta og þessi hérna jafna er alveg jafngild því að segja upsilon er 1 mínus x og þá sjáum við allt sem við þurfum. Hallatalinn er -1 og ef við setjum x jafnt 0 þá fáum við skurðpunktu í á sig. Gerum þetta þá snöggvast, setjum x jafnt 0 bara í huganum, þá fáum við upsilon jafnt 1. Það getum við fengið þennan punkt, setjum svo x jafnt og til dæmis 1. Þá sjáum við upsilon verður 0, þá fáum við þennan punkt. Og svo sagði Evklíð þetta er nóg. Við fáum þá strik og við getum framleitt það vild og búið til þessa línu. En ef við eigum að setja þetta fram sem vírajöfnu, það er það sem að línulega algebran biður um, þá hljótum við að fá vírajöfnu sem er óendanlega margar lausnir. Í þeim skilningi að við spyrjum þessa jöfnu hér út frá stærðfræðigreiningu og spyrjum hvað hefur þessi jafna margar lausnir. Þá verðum við einhvern veginn að segja þær geta ekki verið endanlega margar því að fyrir hvert x fæ ég bara einhvert í. Þannig þetta er dæmi jöfnu sem að hefur ekki eina lausn heldur er einhver einasti punktur sem er á línunni lausn á þessari jöfnu. Þannig búið til ferla. Við erum bara að reyna að horfa á þetta aðeins annan hátt. Og þegar við færum okkur úr stærðfræði greiningu, þannig sem hlutina svona, sem föll, þá víkjum við frá því og segjum allt í lagi það er ekkert sérstakt við það hvort við lítum x eða y sem frumbreytt. Við völdum eitthvað x sem gaf y. X er óháða breytan og y er háða breytan. Í línulega algebru er þetta ekki svona, heldur er það einhvern skilningi gildar. Og það sem að við gerum hér er að segja, þegar við færum okkur í línulega algebru, þá segjum við, við verðum eiginlega að velja samt hvora á að vera háðabreytan og hvora óháðabreytan. Þá segjum bara að við notum t til þess að það sem heitir frjálsbreyta og segjum að hún leysi bara upsilon og hólfi. Við getum alveg notað upsilon en bara ofta ágætt að segja að þetta sé frjálsbreyta, frí variable. Og við erum að leita að
framsetningu á þessari jöfnu sem vigri. Og hann verður þá núna að falla t. Og það verður alltaf að vera einhvern veginn svona. Hér eru x og hér eru y. Sem breyturnar sem eru gefnar í verkefninu. Og þau verður að falla t. Frásögnbreytur. Erum við búin að ákveða hvernig við ætlum að gera þetta með að segja að upsilonið á að vera t. Þá setjum það hér inn. Og við höfum jöfnu sem segir þá hvað x verður að vera. Það verður að vera 1 mínus upsilon. Þá fáum við bara 1 mínus upsilon. En upsilonið var t. Þannig við erum búin að færa okkur. Við erum komið með nýjan stika. Það sem kallaði stikefna eða parametric equation. Við erum ekki alveg búin vegna þess að við viljum liða þetta upp í 2 vigra, fasta vigra. Þannig að ég ætla að skrifa þetta svona, 0 plus t og liða svo vigran upp. Þetta er þá 1 og 0 plus mínus t og t. Ég er ekki enn komið með fasta vigur hér, en ég tek bara t út fyrir vigur. Allt þetta höfum við gert. Og þá fæ ég plus t sem er, hvað sé ég má velja, það er frjálsabreytan. Hér fáum við mínus 1 og hér fáum við 1. Og í staðinn fyrir þessa hérna mynd, bara úr sléttunni, þá fáum við aðra framsetningu. Ég ætla kannski teikna bara hérna fyrir ofan. Fallegur litur. Að þessi hérna slétta er svona vigraslétta. Hún er þá R. Það sem er á þessari línu eru vigrar, stemmt strik. Og þeir eru þess tilviki á forminu 2 línur, 1 dálkur eða tvissurum 1 vigrar. Og við höldum okkur bara áfram í þetta form, nema að í staðan fyrir x getum við kallað þetta x1, það er oft gert og þetta er oft kallað x2. Við vitum bara af því. En höfum hérna núna x og hér y. Og nú þurfum við að setja þessa vigra inn og við fáum þá stöðuvigur og hann verður að hafa einhvern veginn alveg sömu lýsingu og þessi lína. Við erum bara að sjá saman hlutin á annan hátt. Og þetta verður þá á þessu formi hér, þetta er einhver vigur a plus t sem einhver annar vigur. Og ef við setjum vigurinn a inn, formúlan fyrir honum er 1 til hægri og ekkert upp, þannig að þetta er 1,0. Við sjáum hvernig þessi hegðar sér. Við fáum 1 skref til vinstri og 1 upp. Og svo getum við lengt það. Ef t er 2, þá fórum við 2 skref til vinstri og 2 upp. Minnstu kosti er stefnan alveg skýr. Þess að ef t er 0, þá förum við ekkert. Ef t er 1, þá förum við 1 til vinstri, 1 upp. 1 til vinstri, 1 upp. Ef t er 2, þá förum við aftur. Þá erum við hingað. Ef t er 3, þá komum við hingað. Og við sjáum að við endur heimtum aftur þessa línu. En við skrifum hann upp á aðeins annan hátt. Almennt er þetta vigur sem lítur þá svona út. 1 til vinstri og 1 upp. Ef við skrifum hann bara svona, 1 til vinstri og 1 upp. Bara þessi hérna, þessi væri 1,0 og þessi væri mínus 1 og 1. Þannig að akkurat í tilvikinu þegar t er 0, hver er þá vigrasumman? Það er summa þess að tekja vigra. En hér höfum við skölun, rauntölu sem við höfum notað til að skala þennan vigur og við fáum þá, ef að t er stærri en 1, þá framleikist hann
segjum bara 1 til að reyna upp já, svona einhvert. Þetta var til dæmis ef að T var eitthvað 1, 2, 3, 4. En þá er summan, þessi hérna, hún er annar vegur. Sem að verður þá orðin, kannski að hafa hana lítið þessu. Þannig hér. Svona. Þannig að hér höfum við þennan vegur A og þessi hérna vegur heitir eitthvað T sinnum B og allir punktar á þessari línu hérna eru núna fengnir fram með einum stika T. Ef ég hefði valið, þetta er punktur á þessari línu. Ef ég hefði valið T sem mínustölu þá snýst vegurinn við þessi rauði þarna og við erum þá lent eitthvað tingað og svo þegar við leggjum þann vegur þann hérna vegur við þurfum að leggja sporðin á honum alltaf við endan á A samkvæmt bara skilgreiningu á vigrasummu og þá fáum við svona já þá fáum við þennan stöðuvegur hans er náttúrulega hér en við erum að bæta honum við A. Þannig að þetta er svona hugmyndin. Og svo ætlum við bara að bæta við breytum og bæta við jöfnum. Það er östutt þetta að ef við værum með 3 breytur x plus y plus z jafnt og 1 þá er það dæmi jöfnukerfi sem hefur bara eina jöfnu en 3 óþekktar. Og ef við skoðum það aðeins frekar þá ættum við að sjá að við þurfum að hafa 2 frjálsar. Og þetta hérna er kallað hér er kallað sérlausn IP í partíkular og þetta hérna er kallað lausnin úr núllrúminu í homogén afnákvæmni eins og við sáum í deildarjöfnufræðunum. Ég ætla að byrja aftur. Þetta hér er óhljóðlausnin. Ætlaði ég að segja. Ef við setjum þessa inn þá ættum við að fá út hægri hliðina. Ef við setjum þessa hérna inn, þetta er homogénlausnin, þetta er óhljóðlausnin, þá verður að koma út 0. Aðeins að bíða með 3 breytur og sjá að þetta er alveg saman hugmyndir við fengið áður. Það er að segja þetta hérna ef við skrifum þetta sem fylki þetta getum við setta fram sem fylki getum við ekki það er allavega að koma x-in og y-in hér og við setjum 1 hér og 1 hér þá fáum við minnst og kosti x og y, x plus y á að vera 1. Og hvernig getum við einhvern veginn búið til aðra jöfnuna sem við sjáum ekki? Jó, þá setjum við bara 0 hér og 0 hér og 0 hér. Þá erum við komið í jöfnu. Við vitum að ef við tökum ákveðu af þessu hér þá fáum við 0 svo að þetta fylki er ekki andhverfanlegt en hvernig á það að vera. En þetta gerum við til þess að athuga hvort að það sem stendur við frjálsbreyturnar gefi okkur svokallaðar homogénlausnir eða jafnvægislausnir. Því að öll fylki sem eru á þessu formi a, x, jafnt og 0 hafa alltaf eina lausn. Það er náttúrulega bara að setja x jafnt og 0 vegurinn inn.
Og stundum er til jafnvægislausn, eitthvað kerfi sem fyrir stað sem er ekki endilega 0, en út kemur 0. Þetta sáum við deildajöfnunum. Þá höfum við eitthvað kerfi og svo höfum við eitthvað jöfnu sem við setjum inn í kerfið og út komur 0. Og þá sögðum við fínt ef þetta er í alvörunni formúla þá er þetta óhliðraða lausn. Og svo höfum við líka sérlausn sem að uppfyllti einhverja hægri hlið. Og þessi okkar voru einhverja línulegar deildajöfnur. Og ef við setjum nú þessa lausn hérna, mínus 1, inn í þetta kerfi, þá fáum við óhliðri lausnina. Ég voru að stróka þetta út hérna. Ég skrif þetta bara hjá okkur ef því er að skipta. En ég set inn í þetta fylki sem ég er svolítið tilbúið, en við viljum vinna með fylki. Ef ég set þessa lausn hér inn, mínus 1 og 1, hérna var t, og venjulega þegar við erum búin að taka tölu út fyrir vígur, þá setjum við hana allavega hingað og svo reiknum við og fáum 1 sem er mínus 1 er 0 pluss 1 sem er 0. Þannig við fáum t sinnum 0 og svo náttúrulega hitt. Þekkjum við 0. Þannig að þetta er óhliðraða lausnin. Það er að segja, ef þetta hefði verið, ef við notum orðfæri og deildajöfnunum kerfi jafnvægi, þá hefði línan legið í gegnum 0,0. Ef þessi lína hefði legið í gegnum 0,0, þá væri þetta lausnavígur. En hún liggur ekki í gegnum 1,0, hún liggur í gegnum, fastan vígur, fasta hliðrun 1 til hægri. Þetta eru nákvæmlega sömu hugmyndir og við höfðum í deildajöfnunum að núna þegar við erum ekki með andhverfana fylki, við erum með einhverja jöfnu svona ax og a er ekki andhverfanlegt jafnt og b, þá ættum við að hugsa það svona. Og við ættum að finna eina lausn á y x jafnt og b og það verður svona partikúlar lausn og allar lausnir sem að verður þá með einhverjum svona stika a, x, jafnt og 0. Það verður óhliðraða lausn. Og þá er almenna lausnin nú heitir þetta orðið x hjá okkur. Almenna lausnin verður þá x h pluss x p. Og þessi lausn hérna x h, hjá okkur var hún bara eitthvað frjálsbreyta. Í deildajöfnufræðinum var þetta oft fastar, frjálsir fastar, C1.
Hérna kölluðu hann bara T sinnum vigur sem að leit svona út. Það var mínus 1 og 1 plús einhver föstlausn. Ef við förum í 3 víddir og eina jöfnu þá búumst við því að fá hómogena lausnin. Það verði fleiri en ein frjálsbyrða. Þetta verða 2. Þetta er eiginlega hryggjarstykkið í öllu sem við viljum gera. Það tengist hugmyndinu myndvídd, það er að segja og núllrúm. Núllrúmi hér er einvítt. Það er bara einn vegur sem við séum margföldu með einhverju tölu T sem gefur núllausnina. Hérna vegur. Það er bara einn vegur. Línuleg samantekt af einu vegi. Og ef við skoðum þá þetta hérna kerfi x plús y plús z jafnt og 1 og við greinum það. Þetta er ein jafna 3 breytur. Og á sama háttu áðan þá höfum við ekkert annað val heldur en að segja að 2 þeirra verða að vera frjálsar. Og í R3 þá ætlum að teikna mynd af þessu. Við segja nú sé þetta z á sinn og þetta sé y á sinn og einhvern veginn verður að ná x-ásnum inn í mynd. Setjum hann hérna. Og við kannski rifjum þá upp að í einvídd, það er 1 d, þá x jafnt og 1, það er bara, eina línu og hérna er 0, eina línu og þá er 0-ið, það er enga, hún er hvorki stærri stefnu, þetta er 0-ið og hér er 1, að það er í þessu skilningi bara punktur. Í tvívídd þýðir x jafnt og 1 aðeins meira. Þá erum við komið með grunn. Hérna er x-ás, þessar 2 línur, lína 1 og lína 2, x-ásinn og y-ásinn. Og þá væri jafnan x jafnt og 1. Já, hún er heil lína. Lóðrétt lína. Í þrívídd þýðir x jafnt og 1. Hérna er x jafnt og 1 einhvers staðar. Já, ef við værum bara með tvívíddina, þá sæjum við að þetta veri línan x jafnt og 1. Við erum að snúa höfðinu og leggjast þannig til að við sjáum þessa mynd. Og svo kemur fyrir sérhvern punkt á náttúrulega þessari línu, þá tósast hann upp og við fáum þá sléttu. Þannig að x jafnt og 1 í þrívídd er slétta. Svo. Og þess vegna þegar við skrifum eitthvað svona í þrívídd, punkt í þrívídd, x, y, z, segjum að þetta sé bara eitthvað svona 1, 2, 0. Þá erum við að finna punktinn þar sem þessar 3 sléttur skerast. Og ef ég ætla nú að reyna að teikna inn með þennan punkt. Fyrst teikna ég sléttu fyrir hvern einn, þá er y-ið 2, hérna einhvers staðar, en það er slétta. Svona má framlengja þessa sléttu. Líkur svona, ekki mann sterkasta hlið. Lita. Og þessar 2 sléttur, x jafnt og 1 og y jafnt og 2, getum við séð það. Það er skerast í línu.
skerist, og ef við bætum við þriðju sléttunni z jafnt á 0, þá var gott ég valdi það, en þá er hún gamla góða x í planið, svoleiðis að við fáum bara punktinn 1,2 í, ekki degra hérna, 1,2 hérna, 1,2 og ekkert uppið niður. Þegar við þurfum að gera það sama, og það er best að byrja á hlutunum eins einföldum og hægt er. Við þurfum að elta hugmyndina og vorum með áðan fyrir tvívídd, nú erum við þrívídd og við setjum, við komumst ekki hjá öðru heldur en að hafa tvær frjálsar breytur. Ég held ég stróki þetta bara út, mælum ekki og kemur og gerir þetta vel. Maður getur hugsað bara 3 óþægilegar stærðir sem eru lagðar saman útkoman í 1. Og þá verðum við einhvern veginn, þegar við tekum þetta upp, verðum einhvern veginn að gefa okkur eitthvað. Og á nákvæmlega sama hátt og ef við stakk upp á því að við myndum stinga út, 2 punkta í tvívíðsléttunni, þá getum við stungið út 3 og ég gera heiðarlega tilraun. Við verðum að, og ef ég vel núna, ég ætla að velja mér x-in og y-in, og þá ákvarðast setan að því. Ég vil prófa punktur 1, ég ætla að velja x jafnt og alltaf búið gott að hafa 0 og y jafnt og 0. Það velja bara x og y sem frjálsar breyturnar. En þá fer ég í 0,0,1. Þá fæ ég þennan punkt. Og þá er seta háðabreytan 2. Vantar meira. Það velja núna x jafnt og 1, x jafnt og 1 og y jafnt og mínus 1. Það var þægilegt. Og þá verður seta jafnt og 1. Þá er ég að fara 1 eftir x ás, mínus 1 eftir y ás og síðan 1 upp þaðan. Ég þarf 1 enn. Ég þarf 1 enn. Tökum við aðeins frá hinum. Segjum þriðji, ætla ég að prófa x jafnt og, ég má velja x jafnt og 0 aftur. En er núna til dæmis 3. En þá verður setan að vera mínus 2. En ég hef valið punktana a er 0, 0, 1, b er 1, mínus 1, 1 og c er 0, 3 og mínus 2. Og nú er þetta svona eins og, myndar þetta þríhyrning í rúminu. Ég má síðan útvíkka hann, skulum sjá, ég tekna hérna mynd, segjum bara, ég velji að fara frá þessi hérna, bý til 2 færsluvera og svo get ég framlengt þá að vild, tósað hérna í þetta alls saman. Og þannig bý ég til alla sléttuna. Hún liggur, þetta er slétta í þrívíðu rúmi, hún liggur ekki gegn 0,0. 0, 0, 0, þetta verður aldrei 1. Þá býst ég við því að þegar ég ætla að reyna að umrita þessa hérna jöfnu, ég ætla að reyna að breyta henni í vigur, eitthvað stíkajöfnu sem að lýsi sléttunni fullkomlega, að þá get ég hreinlega sagt, kannski finnst okkur ágætt að nota bara C1 og C2 því við kynntumst útdeildarefnafræðunum. Ég segi að C1 komi í staðan fyrir x. Vonandi er það ekki ruglandi því að þið kallið hann þá bara t. C1 og C2 verði y. Þá get ég skrifað þetta hér á þessu formi. Þetta verður að vera x-ið, þetta verður að vera y-ið og þetta verður að vera setan. Ég ætla að raða þessu svona upp. Ég ætla að búa til stöðuvígur fyrir sérhvern punkt í sléttunni. Það er að segja, ég ætla að búa til ef x, y, z er á þessari sléttu sem verður til, plane, p, að nú vil ég breyta punkti í vigur. Það er það sem ég var að gera hér. En nú leysist þetta svo litið bara af sjálfu sér. Ég þarf bara að vera samkvæmur því sem ég ákvað. Í staðinn fyrir x setjum ég C1 og í staðinn fyrir y setjum ég C2 og í staðinn fyrir setu þá var ég að setja
Já, kunstinn felst í því að halda áfram. Það er að liða þessa hægri hlið upp í fasta vigra. Ég sé núna að þessi vígur hérna, hann er eingöngu háður þessum frjálsum breytum, C1, C2, þetta komið hérna, það er að segja, ég sjá þetta svona vel fyrir mér, þá ætla ég að skrifa efstu línuna á þessu formi, það er 0 pluss C1 og svo 0. Skrifa línu nummer 2 þarna hægri hliðinni sem 0 pluss 0 pluss C2 og neðstu línuna 1 pluss mínus C1 mínus C2 og þá get ég liðað, ég fæ hérna 0, 0, 1, þessi er fastur. Næsti, það get tekið C1, 0, mínus C1. Svo þriði, 0, C2, mínus C2. Eitt skref enn. Þetta er þá 0, 0, 1 pluss C1 sinnum 1, 0, mínus 1 pluss C2 sinnum 0, 1, mínus 1. Þetta er það sem ég vildi. Nú er ég með tvær frjálsar breytur, C1, C2. Þessi hérna hérna, reynum aðeins að risa upp mynd. Hún gefur mér hvaða punkt sem vera skal sem liggur á þessari sléttu. Svona. Og núna vel ég bara handofi C1, C2 og segjum bara ég velji C1 sem 0 og C2 sem 0. Þá er ég að fá fastafjörðin 0, 0, 1, hann er hér. Og ég vel C1 sem 1 og C2 sem 0. Þá fæ ég, þessi er orðin 1, þessi 0 er ekki með. Þá fæ ég 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Þessi er á sléttunni. Og svo ef ég veit þennan sem 1 og þennan sem 0, þá fæ ég hvað? 0, 0, 0, 1, þá fæ ég 1, ég má fá 0, ég má fá 1 og loks ég geti lagt sléttu á þennan þríhyrning og framlengt það vilt. Þetta er alveg það sama voru með áðan. Og síðan getur verið þægilegt að skoða þetta til dæmis í GeoGebru. Og þá held ég að GeoGebra vilji fá þetta einhvern veginn svona. Maður setur í inntækið A er punktur 0, 0, 1. Þetta er þá stöðuvígur punktsins A og svo þessi hérna B jafnt og 1, 0, mínus 1 og C 0, 1, mínus 1. Svo gefur maður skipunina VAF 1 kallar hann bara og skrifar vektor eða á íslensku A og þá býr hann til velur sér þrívíddarkerfið. VAF 2 getur það verið vígur B og VAF 3 væri vígur C og svo skilgreinir maður stika í rennibrautinni, kannski kalla þá bara slæma bara C1 í inntakið C2, þá býr hún til rennibrautirnar og svo skilgreinir bara R í inntakinu jafnt og það er fastur vígur 1 pluss ég veit að skilgreina fasta veru síðast, það er fallegra pluss C2 VAF 1 pluss C2 pluss C3 VAF 3 og svo er þetta að velja hreyfing á eða eitthvað og þá
og sjáum við til dæmis að Georgi bara ætti að teikna upp, já, hún fer að stað og svo er þetta R hérna, stöðuvegur og teiknar, svo þvælist og teiknar því alla punkta í þessari sléttu. Líka kannski einhvern veginn svona á þessum þykningi. Kosturinn við þetta er sá að jafna fyrir planinu er þó orðin stíkuð. Segja kannski ætti ég alltaf að kalla þetta R, en þannig að misjafn stíka jafnun er þá einhverju 2 stíkar, C1, C2.